Við erum komin að þeim lið að við ætlum að fjalla ofbeldi gegn eldra fólki út frá sjónarhóli hjúkrunarheimila og Steinunn Þórðardóttir, framkvæmdastjóri lækninga á Hrafnistu og Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs Hrafnistu ætla að fræða okkur þetta. Gjörið þið svo vel. Við viljum allavega byrja á því að þakka kærlega fyrir að bjóða okkur hérna og tækifæri til að vekja athygli á þessum málaflokki og tala þetta út frá okkar sjónarhóli. Þannig að takk fyrir og takk líka fyrir frábæra fyrirlestra í morgun og ég hlakka til að klára daginn með ykkur. En ég ætlaði að kannski aðeins að byrja áður en að Steinunn tekur við að segja ykkur aðeins hvaðan við erum að koma, hvaðan erum við að koma frá aðeins Hrafnistu. Og Hrafnista í dag með 8 hjúkrunarheimili í 5 sveitarfélögum sem eru sjálfstætt reknar einingar, en þetta dótturfélag í eigu sjómannadagsráðs. Og þið sjáið þarna að það eru 5 stóðsvið sem að þjóna svo þvert yfir heimilin með mismunandi hlutverkum og þið eru hérna með fulltrúa frá 2 af þeim. Ég sem sagt yfir heilbrigðissviðinu sem meðal annars þá yfir gæða- og öryggismálum á Hrafnistu og þess vegna kemur til dæmis ofbeldi gagnvart öldruðum oft inn á okkar borð þá og okkar þjónustu þegum. Og svo Steinunn hérna sem framkvæmdastjóri lækninga og hún vinnur líka þvert á heimilin. Og svona aðeins til að átta ykkur á umfanginu á þessu og við erum næststærsta heilbrigðisstofnun á landinu fyrir utan Landspítalann. Það bara ekkert allir sem átta sig á því alltaf. Og við erum líka að veita fjölbreytta þjónustu á Hrafnistuheimilunum. Við erum ekki bara með hjúkrunarrými, heldur erum við með hvíldarrými, dagendurhæfingu og við erum líka með dagdvalir, bæði sérhæfar og almennar og þjónustumiðstöðvar, af því að við viljum gjarnan tala sem sagt, svona eins og lífsgæðakjarna. Og það til dæmis að byggjast upp á Sléttuveginum og í Boðaþinginu, þar sem þú ert með hjúkrunarheimili í tengslu við íbúðir sem þú getur leigt, sem við kallum DAS-íbúðir og svo svona þjónustukjarni í miðjunni, þannig að þú getur sótt þjónustu, félagsskap og félagsvirkni þar og líka mat. Og við teljum að þetta getur líka hjálpa því að þeir sem búa í þessum íbúðum verði minni einangraðir. Og kannski þá líka uppgötva fleiri tilfelli af ofbeldi ef maður er með augun þar. Það líka opin hjá okkur heilsurækt fyrir eldri, eins og inn á Sléttuvegi. Þannig að við erum frekar stolt af þessu þjónustu frambóði sem við erum með. En við tölum íbúin okkar. Þetta eru sem sagt fólk sem að býr inn á sínu heimili og við erum að vinna á þeirra heimili. Og í dag meðalaldurinn eins og þið sjáið 85 til 86 ár. Og við erum að sinna í kringum 864 íbúum núna sem á hjúkrunarrýmum. Og fólk sem að koma inn á hjúkrunarheimili í dag, það orðið ansi hrunt. Þannig að meðallifitími inn á hjúkrunarheimili á Íslandi í dag í kringum 2 ár. Og dánatíðni í kringum 40% af þeim íbúum sem hjá okkur hverju sinni á ári. Þannig að þetta svona orðið sem maður segir bara þung umönnun og þung hjúkrun og þung læknisfræði að sinna þessu fólki af því að það mjög fjölveikt orðið þegar það kemur inn til okkar. Þannig að vildi bara nefna það, svona maður átti sig á því mengi sem við erum að sjá. Og svo hinn hlutin og það starfsfólki, það í kringum 1800 starfsmenn hjá okkur í svona 950 stöðugildum og þið sjáið þarna að 45% af starfsfólkinu hjá okkur 25 ára. Þannig að meðalaldur starfsfólks mjög lágur sem að sinna þessum umönnunarstörfum í dag og það líka oft ófaglært fólk sem þá að sinna, með þessa þjónustu inn á deildunum. Og það í kringum 20% af starfsfólkinu inn á deildunum sem fagmönnun. Og landlæknir sagði það hérna í morgun og ég tók sérstaklega eftir því að hún vildi að við færum að endurskoða viðmiða í mönnun inn á hjúkrunarheimilum sem ég held að sé brýn þörf fyrir út af hvað það hefur þyngst
sú hjúkrun sem fer fram þarna og umönnun. En það þarf náttúrulega, það ekki nóg að búa til bara mönnunarmódel, það þarf líka að fylgja fé. Af því að í dag Hrafnista til dæmis að nota 80-85% af því fjármagni sem því úthlutað í mönnun. Restin fer í lyf, mat og annað sem aðra umsýslu sem þarf. Þannig ef við ætlum að styrkja mönnunina þá þarf líka að fylgja því fé. Og ég held að við bara eins og við erum að tala þetta ofbeldi þá þurfum við líka að tala hvaða stig á þjónustunni viljum við hafa og við þurfum að ræða það sem samfélag. Svo það sé líka að opna fyrir því. Og svo heilbrigðismenntastarfsfólk í stoðdeildunum. Og við setjum okkur sem markmið að vera bara leiðandi í öldrunarþjónustu og erum ánægð með það markmið og viljum stefna að því. En það ekki nóg að það sé orð á blaði, heldur verður þá að leggja eitthvað fram og vinna í þeim þáttum til að gera það og það verði að veruleika. Og þetta sjáum við svona, við hugsum þetta pínlítið eins og sól og þá sjáum við þannig í geislunum eru þeir hlutir sem við erum að vinna með til að efla okkar þjónustu og vera leiðandi í öldrunarþjónustunni. Og meðal annars það sem mikið talað í dag eins og þjónustueflandi verkfæri. Af því að líka bara þetta að fá fólk í að vinna í þessi störf, þá þurfum við líka að geta nýtt tæknina á réttan hátt til að auðvelda okkur. Þannig að það þarf að vera svona augu á því hvernig við getum gert það. Og þið sjáu hérna hjartað sem þarna á þessari mynd og það hugmyndafræðin okkar. Vinnum mjög mikið með hana og erum í átaki með það sérstaklega eftir COVID að vinna með það. Og það meðal annars þetta að við erum að vinna inni á heimili íbúan okkar og við viljum sýna virðingu og þau eiga að finna fyrir öryggi og hlýju í okkar umsjón og meðan þau búa hjá okkur. Við gerum þjónustukannanir 2 á ári og við erum að vísa að tala þennan hóp sem verður fyrir ofbeldi í dag og vekja athygli á því. Mig langar samt að segja frá því samt að yfir 80% af okkar íbúum upplifa öryggi hjá okkur á Hrafnistu í síðustu þjónustukönnun. En þá ætla ég að gefa Steinunni orðið. Takk kærlega, ég held að tímans vegna ætla ég bara að vinda mig beint í það sem ég ætlaði að segja, en ég vil samt fá að hrósa þessu framtaki hér í dag. Þetta algjörlega stórkostlegt að koma saman og ræða þetta frá ólíkum sjónarhornum og ég vona að það verði til ykkurs í framtíðinni. En ég vil líka taka undir með Gunni, ég svo glöð að sjá í þjónustukönnunum okkar að þetta sé þó þetta gott, en þess að ég að fara að kynna tölur sem eru kannski að sýna svolítið aðra mynd, en hafið þetta í huga sem að hún sagði öryggi íbúana hjá okkur, það mjög jákvætt að sjá það. En ég ákvað að setja þetta svolítið í samhengi rannsókna og ég ætla enn einu sinni, þetta sko algjörlega take home skilaboð dagsins, það Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og þessi rannsókn sem við erum öll búin að vera vitni í þarna í dag og ég svona dreg svolítið þá ályktun út frá því að það ekkert óbúslega mikil gögn til þetta. Við erum öll að vísa í sama hlutin og þegar ég fór að vinna að þessum fyrirlestri og fór einmitt að leita með gagna þá var þetta það besta sem ég fann. En eiginlega allt annað voru lögfræðistofur sem voru að hvetja fólk til að kæra út allt fyrir ofbeldi og ýmislegt. Þannig að það voru ekki mikla rannsóknir að bara þessi stemning því miður. En sem sagt árið 2017 það var gerð samantekt á 52 rannsóknum þó það á ofbeldi gegn eldra fólki í 28 löndum samtals og þarna verið að miða við 60 ára aldri. Flestar voru gerðar utan heilbrigðisstofnana og það vantar sárlega frekari gögn frá sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum. Og eins og ég skil það þá eru það bil 10 af þessum 52 sem voru eitthvað að skoða það með hætti sem mark var takandi á. Og mér finnst þetta til að byrja með mjög ámælisvert vegna þess að íbúar hjúkrunarheimila eru auðvitað eldra fólki sem í hvað veikustu stöðunni. Þetta elsta fólkið, þetta hrumasta fólkið og langflesti sem búa á hjúkrunarheimilum eru með heilabilun á einhverju stigi og mjög margir með mjög langt gegna heilabilun. Og þetta fólki sem við þurfum að hafa augun á, þetta oft fólk sem getur ekki sjálft greint frá. Þannig að rannsóknir vantum þennan hóp mjög alvarlegt. Og þessi tafla, Ingibjörg fór í gegnum
Var það Ingibjörg sem fór í gegnum þennan fyrsta dálk, sem sagt ofbeldi í samfélaginu? En svo þessi 2 dálkar lengra til hægri sýna sem sagt niðurstöður rannsókna á ofbeldi gagnvart fólki sem á hjúkrunarheimilum eða öðrum stofnunum og þið sjáið þarna efst lengst til hægri bara allt ofbeldi, overall prevalence, 64,2% samkvæmt starfsfólki. Þarna ekki gert grein fyrir því hver að beita ofbeldinu. En samtals starfsfólki að segja 64,2% af starfsfólkinu hefur orðið vitni að ofbeldi gagnvart fólki á stofnun, eldra fólki. Þannig að þetta eru gríðarlega háar tölur og þá veltum maður líka fyrir sér af hverju erum við ekki á kafi í þessu og vonandi verðum við það núna í framhaldi af vitundavakningunni í dag. Og þið sjáu síðan bara það búið að brjóta þetta niður, maður sér það í töflunni eftir tegund ofbeldis síðan. Ég fór að leita að rannsóknum sem hafa verið gerðar á Íslandi varðandi ofbeldi á hjúkrunarheimilum og fann mjög lítið, eiginlega ekki neitt. En ég fann þessa og ég hugsaði að það hefði örugglega bara verið gaman að fá þessa duglegu konu, Maríu Lenu Sigurðardóttur, sem ég þekki ekki, en skrifaði þessa BS-ritgerð árið 2016 þegar hún var nemi í sálfræði við HÍ, þar sem hún skoðaði þetta og hún lagði spurningalista fyrir starfsfólk hjúkrunarheimila á íslensku, þannig að það voru bara íslensku mælandi sem gátu tekið þátt og þeir voru samtals 94 starfsmennirnir sem svöruðu og starfsfólki í aðhlynningu það sá ofbeldi, ekki allar gerðir. Það var vart við vanrækslu, líkamlegt og andlegt ofbeldi, sá ekki fjárhagslegt ofbeldi sem ég held að sé bara falið, því ég ekki viss að þau hafi verið meðvituð það. Fleira starfsfólk tilkynnti ofbeldi sem það var vitni að en ekki, sem mjög jákvætt. Og síðan var líka spurt út í ofbeldi í garð starfsfólks og það sagðist verða fyrir öllum gerðum ofbeldis á hjúkrunarheimilum. Og kynferðislegri áreitni, líkamlegu og andlegu ofbeldi. Þannig að þetta beinist í rauninni bæði gegn íbúunum og starfsfólkinu. Og fyrir mér segir þetta mér bara að hjúkrunarheimili eru mjög flóknir vinnustæðir og ég kem kannski aðeins betur inn á það á eftir og endurspegla svolítið í þessum tölum. Hún byrjaði síðan á því að spurja þáttakendur hvort þeir hefðu orðið vitni að ofbeldið ekki og þetta algjörlega öfugt við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina sem mjög áhugavert. 60% rúmlega af íslensku starfsmönnunum sögðust ekki hafa orðið varið við ofbeldi. En þetta var fyrsta spurningin, síðan fór hún að spurja út í nánari smáatriði og þá kom allt öðruvísi mynd í ljós sem líka mjög áhugavert. Þannig að við erum að tala hvernig skilgreinum við ofbeldi, við erum búin að ræða það í dag. Og það mjög mikilvægt að við séum öll meðvituð það hvað ofbeldi og hvernig eigum við að svara svona spurningu sem svona víð. Og þetta svolítið smátt, en mér langar bara að lesa þetta upp og það hægt að fletta þessari grein upp á netinu og það mjög auðvelt að finna ef fólk hefur áhuga að skoða hana nánar, af því ég hef ekki tíma til að fara í gegnum alla tölurnar, en mér finnst þetta mjög áhugavert. Tabla 2 sýnir tíðni líkamlegs ofbeldis og þá spyr hún, hafið þið síðan tekið fast á heimilismanni, gefin voru óþarfa lyf eða lyfjum haldið frá heimilismanni var aftrað eða haldið niðri, tekið var fyrir nef til að þvinga heimilismann til að opna munnin. Það mjög alvarlegt. Þið sjáuð nei aldrei, þið sjáuð hversu margir svara nei aldrei og svo þetta svona aukin tíðni eftir að við förum lengra út til hægri í töflunni. Og til dæmis áhugavert að sjá að eingöngu 66% sögðust aldrei hafa séð heimilismanni aftrað eða haldið niðri. Ég tek það fram að þetta það bil 10 ára gömul rannsókn, þannig að vonandi hefur margt breyst síðan. En það vantar auðvitað líka inn í þessa rannsókn hver gerandi ofbeldisins og hvert tilefnið. Þannig að þarna bara opnast í rauninni heill heimur af nýjum spurningum. Og síðan þarna, og mér varst í rauninni tabla 3 ekki betri, það sem verið að fara í andlega ofbeldið, heimilismaður skammaður, það var bara 20% sem hefðu aldrei orðið vitni af því. Og ég vona innilega við sem að gera betur, því eins og Gunnur segir, við erum inn á heimili fólks og við erum að koma fram með fólk að virðingu og það á aldrei nokkuð tíma við að heimilismaður sé skammaður. En þetta samt sem er algengt í þessari rannsókn. Farið inn á herbergi án þess að banka, hótaði refsingum, gerði grína heimilismanni í viðurvist annara, talaði með óvirðingu til heimilismanns, bjallaði fjarlægð frá heimilismanni og bleia notuð til að fækka klósettferðum, alveg eins og Inga Sæland ráðherra talaði í morgun. Og ég meina að þetta gríðarlegur efni viður til þess að skoða nánar. Að lokum tíðni vanrækslu, það líka eitthvað sem ég held að við séum ekki nægilega meðvituð um.
Heimilismann ekki þvegið þó þörf sé fyrir þvott, heimilismaður fær ekki nóg að borða, aðhlýningu var fresta lengur en þörf var á, heimilismaður hunsaður, ónóg skipting, hreinsun sára, vanrækt munnhirða, sjáðu 29% segast aldrei vorði vitna því. Það gríðarlega algengt. Ekki var skipt bleiu þegar þörf var á. Þarna þarf líka aftur að kafa ofan í hvað að gerast þarna. Einhverjar skýringar á þessu eða þetta allt saman bara algjörlega ómögulegt? Þannig að ég líka svolítið hissa á því að við höfum ekki brugðist meira við þessum niðurstöðum og farið í frekari greiningar þó auðvitað sé margt sem hefur gerst jákvætt síðan. Síðan ef við horfum annað lengra til hægri þá hefur 63,8% starfsmann orðið fyrir ofbeldi á síðustu 12 mánuðum. Þátttakendur sem voru beittir ofbeldi af hendi heimilismanns voru spurðir hvaða tegund það var. Líkamlegt ofbeldi algengast 81,7%. Urðu fyrir því en einnig hefðu 48,3% orðið fyrir andlegu ofbeldi og 40% kynferðislegri áreitni. Og mér finnst þetta í rauninni bara undirstrika eins og ég var að segja áðan, umhverfið á hjúkrunarheimilum mjög flókið. Við erum með fólk allstaðar á samfélaginu sem kemur saman hann inn á heimili með alls konar áskorunir og alls konar farangur úr lífinu. Við erum með fólk með fíknisjúkdóma sem jafnvel virkir. Við erum með líka ungt fólk inn á milli sem engin önnur úrræði eru til fyrir. Við erum fólk með heilabilunasjúkdóma, mikið hömluleysi, miklar persónuleikabreytingar, miklar hegðunartruflanir, mikil geðræn einkenni, fólk með langvinna geðsjúkdóma, allir koma saman á hjúkrunarheimili í þessa mönnun sem Gunnur var að segja ykkur frá. Og þetta getur bara oft orðið alveg ofboðslega krefjandi. Og það getur verið erfitt að gæta öryggis annarra íbúa þegar einn íbúi ofbeldisfullur, haldinn ranghugmyndum og svo framvegis og við erum sífellt í klemmu hvað þetta varðar starfsfólk á hjúkrunarheimilum. Og okkur sár vantar sér úrræði fyrir fólk með þessar áskorunir til að geta mætt þeirra þörfum betur og á sama tíma tryggt öryggi annarra. Þannig að það mjög mikið verk að vinna þarna og það frábært að Landssamband eldri borgara getur komið með okkur í að þrýsta á að betur sér séð þennan hóp sem í rauninni hefur sem minnsta rödd af öllum hópum eldra fólks. Það fólkið sem þarna á lokametrum lífs hrumast með heilabilun. Síðan var athugað bara í lokinni í þessari rannsókn hver stór hluti þáttakenda hefði fengið fræðslu ofbeldi gegn öldruðum. Það voru 33% sem náttúrulega allt of lítið. Meiri hluti vissi ekki til þess að til væru skýra verklagsreglur hvað skyldi gera ef grunur væri að aldraður einstaklingur væri beittur ofbeldi. Þannig að eins og þið sjáið fullt af sóknarfærum og maður á að líta á það sem slíkt. Nú, við horfum aðeins bara rétt í aðdragandanum að deginum í dag og birtingamyndir hjá okkur á Hrafnistu. Við erum með atvikaskráningakerfi þar sem hægt að tilkynna ofbeldi og þetta svona helstu birtingamyndirnar sem við fengum út úr skoðun á okkar atvikum. Og sjálfsákvörðunarréttur skertur var þar eitt sem að fólk er að nefna. Munnlegt eða andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, þjófnaður og vanræksla, þetta eru öll þessi form sem við höfum verið að tala um. Það eru fjötrar og lyfjafjötrar og það er bara önnur umræða og þyrfti eiginlega bara heilan annan dag. Þannig ég nægi ekki að fara inn í það, en það eru þetta mjög margþætt umræða og flókin. Og svo skortur og sérhæfðum úrræðum eins og ég er búin að segja. Sumir eiga ekki heima innan aðra heldur þurfa aðra nálgun. Og við höfum í rauninni ofboðslega lítið af svoleiðis úrræðum í dag, því miður. Þetta eru atvikin okkar frá 2020 til 2025 og þið sjáu þetta ekkert gríðarlegu fjöldi miðað við hvernig þessi rannsókn 2016 leit út og það er nú örugglega aðalega vegna þess að það sem fer inn í atvikaskráninguna eru alvarlegustu atvikin sem höfðu afleiðingar, atvikin sem við þurftum að læra af en ég held samt sem áður að við getum verið duglegri að tilkynna og þið sjáuð á litunum hérna fjárhagslegt tjón það er dökkblátt. Líkamlegt ofbeldi gagnvart íbúa af hálfu íbúa starfsmanns eða aðstandenda. Við þurfum líka að ræða alla þessa mögulegu gerendur því að þeir geta verið ýmsir. Það er dökkgrænt, svo lyfjum stólið frá íbúa fjólublátt. Munnlegt ofbeldi er appelsínugult, kynferðisleg áreitni ljósblá og vanræksla ljósgræn. Og það sem ég fannst áhugavert ég var að horfa á þetta var hvað er lítið tilkynningar á andlegu ofbeldi og vanrækslu sem ég held að sé miklu algengara og þarna þarf að eiga samtal það einmitt hvað er ofbeldi. Því að ég held að fólk sem mjög mismunandi hugmyndir það fyrirfram. Þeir svo ætlaði Gunnar að taka þessa. Já, ég ætlaði aðeins að segja ykkur við erum meðvituð þetta og þakklátt fyrir þessa umræðu sem hérna í dag en það er líka ákveðnir hlutir sem við erum að gera til að reyna að bæta okkur og þurfum að fá
hjálp við bara frá líka bara samtal og það heilmikið búið að vera að leggja í fræðslu til okkar starfsfólks og hvernig við tökum á móti nýju starfsfólki í nýlega þjálfun og við erum búin að búa til það sem heitir Hrafnistuskólinn sem farið í gegnum fræðslu þessi málefni. Við erum með verklagsreglur og við hvetjum alveg rosalega mikið til, við erum með bara áminningar á jöfnu millibili að biðja starfsfólk að nota atvikahnappinn. Þannig að við fáum inn tilkynningar og getum unnið úr þeim. Og það ábendingarhnappurinn líka virkur fyrir aðstandendur, þannig að þeir geti líka sent inn. Og við erum að nota líka gildin okkar, því að eitt af gildum Hrafnistu hugrekki. Og ég segi það stundum við nýtt starfsfólk sem að koma, ef það sér eitthvað sem það ekki sátt við, þá það að nota hugrekkið til að tilkynna og láta vita. Þannig að við getum verið meðvituð það og laga það. Svo erum við með núna starfandi þrjá einstaklingar sem eru umboðsmenn íbúa aðstandenda. Það eru 2 félagsfræðingar og 1 djákni og það fólk sem aðstandendur og íbúar eiga að geta leita til, þannig að þeir geta ekki bara ef þeir þurfa að koma með sína kvartanir eða annað, þurfa að gera það til umönnunar aðilans eða deildarstjórans, heldur þarna búið að búa til leið, þannig að aðstandendur og íbúar geta tala við ykkur sem ekki hluti af deildinni sem þeir búa á, sem ég held að sé mjög mikilvægt af því að þá ertu með talsmann sem þú getur rætt við og komið á framfæri þínum hugsunum og jafnvel þá kannski ykkur tengt ofbeldi. Svo erum við núna síðustu 2 árin búin að ráða til okkar atferlisfræðing sem að við nýtum þá eða koma upp erfið tilfelli eða grunur eitthvað sem getur þá farið inn á deildirnar og skoðað málin. Og ég held að það sé þörf á fullt af fleiri svona úrræðum til að við náum utanum þetta og getum gert betur. En þetta svona það sem við erum búin að vera að gera núna undanfarin ár. Fundarstjóri kannski orðinn órólegur eða? Ég alveg að klára. Mér langaði aðeins, ég ætla að hoppa yfir þetta og byrja hér. Ytra gæðaeftirlit með starfsemi hjúkrunarheimila á Íslandi sem betur fyrir gott. Og við getum glaðst yfir því. Ég var á evrópskri ráðstefnu öldrunarlækna daginn og það voru allir að dást af því að við hefðum þetta góða ytra eftirlit. Embætti landlæknis kallar eftir 22 gæðavísum frá öllum hjúkrunarheimilum á Íslandi 2 til 3 ára ári. Því miður þá metur enginn þessara vísa ofbeldi beint og ég held að þar megi til dæmis klárlega bara bæta úr. Það einfalt. En neðangreindir vísar gætu gefið óbeina vísbendingar, það tíðni meiðsla, algengi daglegra líkamsvitra og öryggisbúnaðar, það fylgst með því. Algenginni hegðunarvandamála gagnvart öðrum, það að verða fyrir ofbeldi getur birst í hegðunarvandamálum, það getur líka hegðunarvandamál orðið að ofbeldi. Og það geta allir farið inn á heimasíðu embættis landlæknis og skoðað öll hjúkrunarheimili landsins sem eru með 20 eða fleiri íbúa og allir þess að gæðavísa 4 ár aftur í tíman. Þannig að það ekkert rosalega langt síðan ég komst að þessu sjálf. Þannig að ef fólk að hugsa hjúkrunarheimili að velja þá getur þú farið og séð bara hvernig lítur þetta hjúkrunarheimili út og þú getur skoða allir þessa 22 gæðavísa. Og ég setti bara sem dæmi, hérna algengi meiðsla á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum, þetta bara eitthvað á handahófi sem ég valdi og þið sjáuð Droplaugarstaðir eru þarna bláa línan, landsmeðaltalið gráa línan, og þannig að maður getur séð að Droplaugarstaðir eru þarna undir landsmeðaltali og þetta ekki algengt þar sem betur fer. Og svo setti ég algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum og þetta Hrafnista í Hafnarfirði. Við sjáum rauðu línuna og grænu línuna, það eru viðmiðunarmörk, efra viðmið og neðra viðmið fyrir þennan gæðavís sem maður á að vera þarna á milli og náttúrulega helst undir grænu línunni og þið sjáuð líka landsmeðaltali þannig að það allt bara eðlilegt þarna síðustu 4 ár á Hrafnistu í Hafnarfirði samkvæmt þessu. En þeir getið skoða alls konar hluti, miklu fleiri en þetta mjög áhugavert. En ég ætla að enda, og þetta ótrúlega fyndið við Ingibjörg hefði nátt að hringja ykkur aðra í gærkvöldi eða eitthvað. Ég ætla að fara að segja nákvæmlega sama og þú með það sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin sagði. Og ég svo ofboðslega sammála þessum fyrsta punkti með öldrunarfordóma því að þeir eru sannarlega til staðar. Það þarf að lyfta þessum hópi inn í dagsljósið.
það ekkert minna alvarlegt ofbeldi sem gagnvart eldra fólki heldur en yngra fólki. Við þurfum líka að lyfta starfseminni sem fyrir eldra fólk, stofnununum, sjúkrahúsum, öllu. Þetta þarf að vera hástatus og við þurfum að fá gott fólk í þjónustu við eldra fólk og þannig við þurfum að vinna á öldrunarfordómum til þess að það verða að veruleika. En mér langaði líka í lokin af því að Ingibjörg búin að fara í gegnum þetta að minnast á 2 svona punkta sem ég veist mikilvægir á íslenska, ef maður horfir á íslenska samhengið, að við höfum mikið í morgun verið að tala um barnavernd. Við erum ekki með neitt slíkt batteri fyrir eldra fólk. Hvert eigum við að leita ef okkur grunar eitthvað við heilbrigðisstarfsfólk, eins og dæmi sem þú tókst Ingibjörg, hvað eigum við að gera því að það eru klár rauð flögg þarna. Þannig maður með langtgengna heilabilun, það gert lítið úr hans einkennum og hann einhvern veginn hafður heima, hann fer ekki í læknatíma. Það hljómar ekki vel, ég skal ekki segja, en þarna hefði maður kannski viljað að ykkur geti farið og skoða máli betur. Þannig okkar vantar þetta og fólk með langtgengna heilabilun oft með vitrana getu á borði 2-3 ára börn, þó þau séu þetta ekki börn. Og við viljum ekki að slíkir einstaklingar séu háðir fólki sem að beita ofbeldi og hafi enga rödd. Þannig að við þurfum eitthvað svona batteri og regluverkið á Íslandi bara gerir ekki ráð fyrir því eins og staðan í dag. Og svo númer 2, og þetta ætla ég bara að segja sem manneskja af því ég fæ að standa hérna. Ég ætla ekki að tala sem framkvæmdastjóri á Hrafnistu, en sem manneskja af fráflæðisvandi Landspítalans og bið eldra fólks á bráðamóttökunni. Ég vona, þetta ekki Landspítalanum að kenna. Þetta samfélagslegt vandamál. Mér finnst það vera ofbeldi. Og eldra fólki það bíður lengst af öllum. Við höfum heyrt af fólki sem hefur jafnvel verið 10 daga fram á gangi og við bara megum ekki láta þetta viðgangast stundinni lengur. Takk fyrir mig.